Herru, verið velkomin í þáttinn Hreinn Vöðvi. Gestur þáttarins engin annar en tónlistarmaðurinn hann MC Gauti. Takk fyrir að koma. Herru, í dag viljum við taka smá bak, smá bís og dass af kvið. Hvernig hljómar það? Allt nema kvið hljómar mjög. en það er bara dass af hún. Síðan bara tökum gott spjall, gerum bara grín og glens og höfum gaman að þessu. MC Gauti, Hreinn Orri, þetta er Hreinn Vöðvi. Let's go. Þetta er D-I-Row og gripið svona undandagrip í róðri, já, og hérna gripið hérna, halda bakinu beinu, chesti við, hérna undir, finna fyrir teyjunni, bakið beint og kresta. Pressa þetta, kasta þetta sitt. Þessu fyndið, stundum fer ég í vintul. Þetta má alveg vera inni. Og ég er að tala og ég er bara, hvaða gaur er að tala? Af því ég er ekki hress í dag. Ég skilji, þú bara ferð bara inn í, þá ertu MC Gauti, skilji. Entertainment. Ég var lent í því að vera bara, sko, með niðurgang á N1 á Hringbraut, bara illt í maganum og 10 mínútum seinna er ég að taka Reykjavíkur okkar með kreftar rassakina. Og fólk fattar ekki neitt, það heldur að ég sé bara það var með niðurgang. Sko, ég spurði Árna þessu saman og mér finnst þetta mjög mikilvæg spurning sko upp á allan eitthvað sem ég myndi vel vita og kannski einhverju aðrir. Þú veist, hvernig var, fyrst það, hvað varstu gamall og hvernig var fyrsta sessioni þegar þú ákvaðst að rappa? Bara fyrsta, alveg fyrsta? Þú veist. Sessioni einn eða sessioni með öðrum? Með öðrum, þú veist bara fyrst getur þú bara ákvaðst að skrifa eitthvað niður eða frístala yfir eitthvað takt, skilur. Ég man hvenær ég skrifaði fyrsta textan og finna þér, sko, ég er veikur heima og ég er svona 11, ég er 11, hálf 12, eitthvað svoleiðis. Ég er að verða 12 ára. Faralungur. Já, bara geðveikt. En pabbi er náttúrulega átt stúdíó og það voru rappar að taka upp í því. Já, ég skilji, já. Cell 7, hérna Maggi sem var síðan í Ambadama, Gunnars Jones og eitthvað fleiri voru að taka upp. Þá, og pabbi gaf mér hérna Slim Shady LP, plötuna og Jurassic 5 sem er alveg bara hér og hér. Og ég sit heima og ég er veikur og þá skrifa ég fyrsta textan og ég vildi óska þess að ég ætti þennan texta þegar sko hann er á ensku og það var mjög mikið bits í honum, eitthvað svona fucking bitch eða spitz eitthvað og ég man svo eftir þessu. Síðan geri ég, þú veist, nokkra svona texta eitthvað heima. Síðan fer ég eitthvað svona að frístæla þessa texta, flytja þessa texta og frístæla á skólaskemmtunum og þar hitti ég gaur sem er bara, hei, langar ekki að hitta producer. Hann fer með mig í stúdíó fyrst skipti. Já. Og ég geri lag sem heitir Reykjavík. Það er sem er ekki Reykjavík. Nei. Það er annar Reykjavík. Það er hægt að finna það, sko, eftir meðal að setja bara hljóðbrot. Hvað segirðu, hvað heitir þú? Ég heiti Gauti Þór Másson. Og aldur? Ég er 13 ára. Ert þú að taka rímur á rímnarhlaði? Já, ég er að fara að rappa þér. Nú er það? Og MC hvað? MC Gauti. MC Gauti. Ert þú maðurinn í húsinu? Fólk verður að dæma það. Reykjavík er eins og beittur hnífur. Reykjavík, ó hvað tíminn líður. Reykjavík, lifir alltaf í sorg en þegar þú heyrir orð klöft út á Ingólfstorg. Reykjavík er eins og beittur hnífur. Reykjavík, ó hvað tíminn líður. Reykjavík. Góð æfing. Já, ekki? Já. Hún er bara góð, sko. Næsta komið hérna. Bara kemur hérna. Já. Hólka í. Það kemur hérna. Reynir að opna herðablöðin sem mjög getur. Þá mikið teygja allt drasli. Og svo keyrir hérna niður. Og krestir. Já, næs. Ertu náttúrulega með svona Radiant og vatn? Ertu talað Söltu Steinunni var Radiant? Já, betur eins. Er Söltu Steinunni í þessu núna? Já, og sko, þetta er Íslandssalt, sko. Já. En ég ætla að segja ykkur eitt. Af því að þetta er mjög augljóslega spons hjá Orra. Ég er ekki sponsor af Radiant, en hins vegar er ég búinn að prófa vöruna. Mitt take er þetta, eftir að hafa prófað þetta nokkur sinnum. Það er annað merki sem ég man ekki hvað heitir, sem er í uppáhaldi á mér og mér finnst þetta líkjast því ekki bragðlega séð, heldur gæðalega séð. Herri, þú ert gjóð plötu, Stjettin, ótrúlega góð plata. Hvaða lag svona þykir mest vænt á plötunni? Ég er smá búinn að flakka. Sko ég held að Hendur sé uppáhaldslagið mitt svona
alveg. Bara Ég geggjað, sko. ógeðslega ánægður með þessa plötu og ég, veist, ef ég hugsa út í það, eins steikt og það er, og ég meina þetta auðvitað ekki alveg nákvæmlega sem segja, ég held að þetta sé fyrsta rappplatan sem ég gef út, sem er þá 100% 100% rapp, já. bara ég. Það er rock á henni, það er pop á henni. Já, mér finnst líka bara, ég man ekki hvernig íslenskt orðið er, svona cohesive plata, sko, hún hljómar eins í gegn, heildstætt. Já, heildstætt, já, þetta er orðið sem liða. Og líka bara rapp, og mér finnst það líka svolítið vanta, og ég fíla, mér finnst það svolítið komið tilbaka, sko. Það er að koma tilbaka, og ég dýrka, það eru vissi hlutir að koma tilbaka, hjólabrett er að koma tilbaka, skate er að koma, hjólabrett skate er sama, hjólabrett er að koma tilbaka, rapp er að koma tilbaka, tíska sem ég fíla er að einhver leyti að koma tilbaka, þess að ég get ekki alveg, ég er ekki að fara að vera með, ég er kannski ekki að fara að fá með tribal tattoo. Ert þú með tribal tattoo? Nei. Ég veit ekki okkur, mér finnst þú með tribal tattoo legur. Já, þú veist, ef ég, væri kannski 47 ára núna, þá væri ég pottið með tribal tattoo. Ég ætla að sýna ykkur tattoo sem ég er með, sem að mér hefur alltaf finnst ljótast tattoo mitt, eitt af þeir ljótari. Það er þetta hérna, Tribal Gameran. Þetta er merki framan á skatebúð þar sem ég fekk fyrstu hjólbreytaflötuna mína. En þetta er líka, sem ég vissi ekki, logoið á einhverju þýskri indie hljómsveit sem ég kann ekki að bera fram. Og ég hef sko lent í því að vera að bera ofan í útlöndum og það komu 6 svona skeggjaðir feiti gaurar upp með þér og voru bara nice, eitthvað einstætt en núbláttur og síðan byrjuðu mér upp á bjóru og eitthvað og þeir bara vissum, ertu svona mikið fan? Og þeir sýnum mig það, það voru allir með þetta á bumbunni og ég bara já. Herru, ok, kíkjum við næstu öðru. Herru, þetta er Machine Pullover. Ég eldi sko, hann er, já, ég ætla að segja, ég sá að hann var hlaðið upp í ad. Hvað er þetta hérna? KMS 66 Ashwagandha og Yngling, kóði Coach Clean. Hvað er hérna, hvað stendur Coach Clean á þessu? Nei, kóði Coach Clean, fyrir afslátt. Ég setti þetta hérna. Coach Clean. Veist þú muninn á KSM 66 Ashwagandha og venjulega Ashwagandha? Sko ég veit ekki eins og hvað Ashwagandha er. Ok, ertu með síma hérna? Ég skal ná í hann. Ná í hann. Sko, mér finnst AI-vinurinn eru skemmtilegur. Já, ég skal spyrja, þetta er fyrst að tjekka hvort þú sé heima. Ok. Hey, blessa chat. Ég ætla bara að tjekka, ertu heima? Já, sæll. Ég er hérna og tilbúinn að spjalla. Þannig, ok, nú spyrjum hvað er muninn á KSM 66 Ashwagandha og venjulega Ashwagandha? Herri, geturðu sagt mér, hver er munurinn á KSM 66 Ashwagandha og venjulegu Ashwagandha? Algjörlega. Þetta er svona bara smá nördaspurning en mjög góð. KSM 66 er svona ákveðin staðlað útfærsla af Ashwagandha sem er bara sérstaklega þróuð til að vera mjög hrein og stöðug. Venjulega Ashwagandha getur verið aðeins meira misjöfn í styrkleika, þannig að munurinn er svolítið bara hvað þú ert að fá jafnan og áreiðanlegan styrk með KSM 66. Kom inn á og segja alheimi frá, þetta er eitthvað sem mér gauta finnst vera mjög spennandi og sérstætt, er að við erum jafn gamlir. Og þá erum við að tala ekki að við fættumst sama ár, við fættumst sama dag. Ekki bara sama dag, heldur á sama klukkutíma. Sama klukktíma. 17. nóvember árið 1989, þá mættu þessi gæðir á sama degi, held ég, báðir sköldundir. Já, mér finnst það alltaf smá sig. Það er smá sig, en heldur að Guð hefur hugsað, bara ok, shit, ég er að droppa þessum 2 legends niður á sama degi. Já. Sko, við vorum ekki glæsta vonir á einhver tjóma. Já, en við, þú veist, svo sem fer fyrir aðra, það hefði ég að skölla þetta. Já. Er það ekki? En mér líka samt vel við það, þannig ég læt að hafa gott höfuð. Já, svona, já, ég held það. Herru, sko, fyrir bara næsta æfingu, hérna, og svo rúman ég hérna. Herru, það er júlivenner. Já. Það er uppselt ekki, eða uppselt á fyrstu sínum? Uppselt á eiginlega 3 ár. Eiginlega 3 ár. Eiginlega 4 ár. Okay. Þú veist, hún er komin í 78% eitthvað. Ok, geggjað. Og ætlar að bæta ykkur við það? Eru komin í eitthvað? Geta það ekki? Nei. Já, meinar. Ég er með tóta. Já. 5 tónleikar í heildina. Já. Og ég bara næ ekki, og við vorum að tala um þetta í gær, það er eiginlega svona, við veitum eiginlega ekki hvað við erum að gera við okkur. Já. Af því að það hefur aldrei verið jafn... Mikið aðsór. Ekki svona hratt. Já. Já, reyndar það er alltaf september. Hvernig byrjaði júlivenner? Byrjaði bókstaflega þannig að við sitjum upp á skrifstofu sumarið 2017 og segjum ætlum við að sætta okkur við að eilífu að það sé ekkert að gera í desember. Já. Gerum grín
póster, ætluðum að gera bara eitt gig þar sem við varum með rap tónleika með jólapóster. Ætluðum að skila jólagestir Gauta til að dissa Bó. Þorðum þið ekki, og svo hrædduðu Bó. Þannig endum við að skila Júlevenner. Fengum Helga Björnsinn, fannst fyndið að við værum eitthvað að byrja að gera bara jólagig. Fengum Sörkusólinn, fengum Kallakórinn. Síðan bara fyrsta sýningi sem við höldum, og þetta er svona crucial moment fyrir Júlevenner söguna, er að vera með Gamla bíó og tjöldin fara frá. Tjöldin flækjast í risa jólatré sem dettur á hliðina og allir hlæja. Þetta átti ekki að gerast. Nei. Þetta var bara klúður. En bara það, hversu glata þetta var og hversu fyndið þetta var, þá fengum við bara, við getum bara búið til nákvæmlega sem okkur langar að gera upp á sviði. Og náttúrulega má ekki gleymast að ég hef tekið þátt í 2 sýningum. Einu sinni var ég graður horny kraftakall með Röggu Gísla. Já. Og einu sinni var ég horny MC Gauti. Já, það var mjög gott sko. Já, þið fer út úr svona vörklassvél, Gauti fer inn. Já, breytist það í mig. Stækkar og kem ég út svona. Já. Síðan var ég horny kraftakall með kústskaft í partíjól. Þetta er gott að þú varst alltaf horny. Já, það er karakterinn. Það er eitthvað svo hann sko bjóð til. Við erum aldrei sátt að maður verið horny. Hann er bara mjög horny. Svo er þetta líka horny bekkjastur jólakall á vörklasspóstur. Já, það var enda mjög gott. Bekkjastur, var það ekki til út frá þessu eða? Jú, bekkjastur, jú. Já. Herru, þú ert náttúrulega ekki bara tónlistarmaður, þú ert líka uppistandari. Já. Það má við gleymast, púðursykur. Já, mér finnst ég eiginlega ekki fá nógu mikið kredd fyrir, ég vil eiginlega meira að fólk fara að kalla mig uppistandari en MC Gauta sko. En hvernig byrjaði þú uppistandið? Hvað var eitthvað svona langall til að gera eða var þetta eitthvað tækir sem fyrst upp í hendurnar? Ég er búinn að vera sko fan af með Ísland síðan þið byrjuðu á Prikinu. Bara fóru á fyrstu sýninguna. Já. Og hef alltaf dáðst að, mér finnst ekkert mál að koma fram á sviði og syngja. Af því að ég alltaf þekki það. Síðan byrjaði ég að spila bara alls konar partí. Spila fyrir, eldra fólk, yngra fólk, sitjandi, standandi, whatever. Og ég var farin að finna svona vissar sögur voru farnar að virka á sumum giggum. Síðan var ég komið með eitthvað svona nokkrar sögur og ég fór alltaf að djóka í sögu Garðars eitthvað svona, viltu ekki fá mig til að hita upp, bara 5 mínútur. Síðan var hún búin að tala við Björn Braga, segja honum frá því að ég væri daðra við þetta. Þeim vantaði kynni á eina sýningu, ég kem inn, bæði og var með niðurgangi 3 daga, þessi stressaður, bókstaflega. Fer á það góða sýningu að þau bjóða mig strax að vera með slott í staðinn fyrir að vera kynnir. Síðan fór ég svona substitúta og síðan bara eftir áramót böðuðu mig bara full time. Og núna er þetta 3. árið í röð og við erum búin að keyra pröfusýningu, skeita ekki í mig og ég er með alveg nýtt efni. Já, ég skilji. Hvernig fannst þér þyngdin? Mér fannst hún fín. Ef ég segja 10? Já, 10. Herri, ég sé að þú ert búin að vera aðeins að bæta í og varst náttúrulega skipping a leg day einu sinni sko. Já. Það kom með æðir á kálfana. Já, guður. Sko, þessi kálfar eru frekar vannmenni sko og þeir líka poppa svo vel í þessum world-class gymwear sokkum sem eru eðla þægilegir og frekar ódýrir. Næs. Eins og sokkar eiga að vera. Eins og sokkar eiga að vera. Herru, ég lét þig taka með hjólabretti. Já. Gera eitthvað skrítið það? Já. Stéttin bretti mér þessa. Ég var að gera stéttin 66 bretti. Þetta er ennþá meira af þessu? Já. Já, geðvitt. mc.is. Já. En ef við prófum hversu mikið að handlaðum ég get haldið á og gert kickflipið. Ok. Þú veist, ég er að tala sko, þú veist. Svona, ok. Við byrja bara á 5 kílóum og síðan bara... Hanna. Ok. Ég var til að geta þetta sko. Ok, þetta er 10 kíló. 10 kíló. Kom svo. Hanna. Ok. Kom svo. Kom svo. Ok, 8, 9. 9. 18 kíló. Ok. Kom svo. Ha! First try. Henni, ok. Ok, sko. Ok, finna þetta er að fara erfitt. Kom svo. Já, kom svo. Jesus Christ. Hvað betur í gangi? Ok, það eru konur í 28 kíló. Já. Ok, heyrðu það. Já. Kom svo. Ok. Hvað endar þetta? 32 kíló. Já.
Ok. Sturlað. 18. Kom svo. Hopp. Fyrsta. Já. Verðum ekki taka 20? 20. Við verðum ekki það. Ég ætla ekki að fara hærra. Jú, ég ætla að fara hærra. Ok, já. Það er það. Það er sko regla, maður má aldrei kála síðustu ferð. Já, ég skilji. Já. Þetta er ekki síðustu ferð. Það er ekki síðust verð. Þetta er næst síðasta. Næst síðasta. Ég held að við ætlum að hætta. Ég ekki bara, við erum góður. Herru, þetta var bara sigur. Já, okkur 40 fucking auka kíló. Engin slasaðist. Sem bara feitt. Oh my God. Ég er fucking impressed, sko. Það var rosa. Beggi að Pakkas. Pakkas. Hvað eru fyrstu 6 stafnir í kennitölunni minni? 1789. Hefurðu mætt sjálfur með tölvurinn að gig þegar þú týndir ekki að bóka ekki DJ? Já. Af hverju ég ekki með í júluvinni í ár? Þú ert með, ég var að ráða þig. Já, ég veit það. Hvað er besta lag sem þú hefur gert? Klísja. Hvað er lélast lag sem þú hefur gert? Aloe vera. Hefurðu baður á 4 gaurum í partíi? Já. Drake eða Kendrick? Kendrick. Var lagið Elskum þessa mellur þín hugmynd? Nei, Erps. Heimskast og dýrasti hlutur sem þú hefur keypt? Fuck. Hvað er heimskasti dýraslutu? Hvað er hundur minn? Hefurðu aflitað hári til að reyna að fela það og setja að vera sköllóttur? Já. Hefurðu rotað róna sem var að reyna að brjóta þér í bíliðinn? Hann var ekki í róni, hann var bara fullur. Er þetta komið? Sko, ég verði að taka það fram að Gauri sem spurði hvort ég er rotað. Já. Var náttúrulega maður sem var að ráðast á mig. Já. Ég róta ekki bara menn hérna. Og ég er bara ekki að róta menn yfir höfuð. Ég veit það, það er magnað við, sko. Innstæmi. Og ég bara segja þessu sögu. Já. Þetta er alltaf fyndið, þetta er alltaf hræðileg saga. Það hérna, ég kem út heima á mér og það er Gauri sem er að reyna að brjóta sér í bílinn hjá nágrannum mínum. Og ég segi, herri, hvað ert þú að gera? Hann segir strax á ensku, this is my car. Ég segi, no, this is not your car. Og ég bara, hey, þú veist. Sem segir hann eitthvað svona, my friend. Og ég held að hann var að spotta mig að ég var MC Gauti. Já. Hann kemur svona, hei, og ég þetta faðmaði hann, maður fer ekki á hann þetta alveg. Herri, Gaurinn bara reynir að kýla mig. Og ég bara, herri, hvað er að gerast? Síðan þegar Gaurinn er búinn að elda mig og reyna að berja mig á fullu. Og ég hugsa, ég get ekki hlaupið í burtu. Ég er heima hjá mér. Herri, Gaurinn reynir að kýla mig aftur og ég bara, herri, ég verð að verja mig. Og kýla hann, og ég kýla hann einu sinni. Já. Og hann Gudish. dettur aftur á bak, kyllir flatur. Og ég bara, shit, hringi á lögguna og þú veist, passa sér að lægja með hann og eitthvað. Á sama tíma. Tókst mynd. Tók mynd á hann. Ég var svo hræddur að maður myndi vakna og ráðast á mig á hlaupustu. Já. Síðan kemur bara löggan og þegar löggan kemur, þá reynir Gaurinn, þá segir hann, this man here, he was breaking into my car and he's beating me for no reason. Og ég horfði bara á löggunni og ég sagði, þarf ég að verja þetta? Ég bara, nei, það er mjög augljóst að þessi maður er ekki í ástandi, sko. En fyndna er að Garmin-úrið mitt pípir í öllum þessu látum og segir eitthvað svona, you're having a great workout. En herru, Gauti, bara takk hérlega fyrir komuna. Og ég ætla að láta að fara tómhendan út. Og þegar ég er með svakalega varning from our sponsors. Já. Þetta er kraftur testabústir fyrir yngling. Ok. Og síðan það er þyrstur, þá er þetta radiant að gefa svötta stiðmenni. Brúsi. Ég er reyndar ánægð með þetta. Ég er að klára minn brúsi. Já. Og síðan það viljum við að þú lappir hérna út í comfort, skiljum við. Það er sokkar frá workclass. Síðan bara lappar hérna í mínigarinn og segir að vöðvið það er sendi, þegar við veitum hvað það Þá fæ ég frí. Þá færðu mat og pílu. Nice. Búm. Þetta til í það. Herru, bara geggjað. Bara takk fyrir að koma, MC Gauti, Hreinn Orri og þetta er Hreinn Vöði. Takk fyrir mig.